En þá mikilvægt að hafa þetta í huga, sem ég nefndi, að það eru kröfuhafarnir sem þrýsta á að losna, þeim liggur á og ríkið hefur auk þess tækin sem það þarf til þess að þrýsta enn frekar á samninga. Já, en vissulega hefur umræðan þróast en enga síður virðist þið nú vera eina framboði sem tilbúin til þess að tala eins og þessi peningar eru í hendi. Og þetta mjög einföld spurning, geturðu ábyrgst það? Geturðu lofað því að það verði til þessir peningar á kjörtímabilinu til þess að fara í niðurfellingu á skuldum þeirra sem eru með verðtryggð lán? Peningarnir eru til, við sjáum þá bara á bókunum. Við vitum að það þarf að losa þá. Við vitum að mikið af þessu fjármagni verður að vera eftir í landinu. Þess að spurningin hvað á að gera við það og ég get ábyrgst það að þetta fjármagn verður að nýta til að koma til móts við heiminn. Hvernig geturðu ábyrgst að það verði til einhverjir 300 milljarðar í samningaviðræðum sem allir eru farnir af stað? Vegna þess að fjármagnið til staðar, þeir verða að semja og það liggur ljóst fyrir, meira að segja seðlabankastjórinn, viðurkennir það núna, að það sé ekki hægt að klára þetta öðruvísi en að verulegt fjármagn verði eftir, þess upphæðir á borðið þessa sem þú nefnir, jafnvel hærri, og ef að menn ná ekki samningum, og þetta aðalatriðið, af því að menn velta þessu upp að það geti tekið tíma að semja og svo framvegis. Þarna einmitt segir þú ef að nást ekki samningar. Já, akkurat, ef að nást ekki samningar fljótlega, þá getur ríkið smátt og smátt sett á meiri þrýsting, en ekki bara meiri þrýsting, heldur gæti það gengið það langt að setja einfaldlega gömlu bankan í þrot. Klára dæmið. Ef að gömlu bankarnir eru settir í þrot, þá þýðir það að það þarf að skila öllum erlendu eignunum. Og erlendu eignunar eru megnið að þessu, hátt í 2000 milljarðar. Það þarf að skila öllum þessum erlendu eignum í erlendum gjaldeyri inn í Seðlabankann, vegna skilaskyldu á gjaldeyri. Seðlabankinn sér síðan að greiða út úr þrotabúinu í íslenskum krónum. Þetta bara í samræmi við gildandi lög í landinu. Já, en hvernig getur þú talað svona með allt öðrum hætti heldur en allir aðrir flokkar sem eru í framboði til þings, heldur en fjölmargir sérfræðingar, fræðimenn og aðrir að lofa einhverju sem ekki fast í hendi? Já, ég nú ekki viss að þið fylgist nógu vel með umræðinu og því sem aðrir flokkar hafa verið að segja. Vegna þess að ég hef ekki heyrt betur en að meira og minna allir aðrir flokkar séu farnir að tala nákvæmlega þennan sama hlut. Ekki svona afdráttarlaust eins og þú. Þú ert að lofa því að á næstu 4 árum muni verða þetta svigrúm upp á 300 milljarðar króna. Aðrir flokkar hafa ekki talað með þetta afdráttarlausum hætti eins og þú tekir nú. Þetta áherslan hjá okkur. Þetta svo leið sem að við boðum að sé framkvæmanleg og eðlileg.